Góðan daginn, Berta Sandsdóttir heiti ég og ég ætla að kynna verkefni 7 í sjúkdómafræðum. Kennitala mín er 13.07.01.27.20. Hérna er skilríkið mitt. Hér á eftir ætla ég að fara aðeins yfir hvað lungnaþemba og magasár er. En lungnaþemba sem er einn sá sjúkdómi sem flokkast undir langvinnandi sjúkdóma í lungun og er á völdum eins konar fyrirstöðu í lungum sem truflar loftflæði í sjálfum lungunum. Í lungunum eru lungnablöðrur með teygjanlegum bandvef sem sér að stjórna innöndun og að lungnablöðruna geti teygt sig eðlilega. Sjúkdómurinn er algengari í körlum heldur en konum. Magasár hins vegar eru vefjalöskun eða sár í slímhúð, oftast neðarlega í maga. Afbrigði af magasárum er blæðandi sár. Magasár er einnig þekkt í ákveðnum ættum þar sem fólk hefur misgóða meltingu og talið er að slíkir einstaklingar þurfa að forðast ákveðnar fæðutegundir. Talið er að jafn líkur á að konur fái það eins og karlar. Orsakir lungnaþembu. Lungnaþemba verður vegna langvarandi álags og skemmda á slímhúð og lungnablaðra. Við það skemmist teygjanleiki bandvegsins og aukin loftrými myndast fjarri lungnablöðrum þannig að loftflæði skerðist töluvert í loftskiptum. Helstu orsakir geta verið stórreykingar, astmi, langvarandi berkjubólga og mengun og fínar rykagnir. Einkenni í lungnaþembu. Í lungnaþembu eru grunnöndun, getur verið verki fyrir brjósti, mikil mæði og verulegir öndunarerfiðleikar. Fólk hefur tilfinningu eins og það sé að kafna og það getur ýtt undir hægri hjartabilun. Meðferðarmöguleikar. Sjúkdómurinn er ekki læknanlegur en draga má úr einkennum og aukaverkunum lungnaþembu með lyfjameðferð. Orsakir magasár. Magabólgur og magasár geta orsakast af bæði innri og ytri þáttum. Ytri þættir geta verið sýkingaráhrif úr menguðu vatnsbóli eða dýrasaur sem berast í mat fólks. Sýkingar af völdum bakteríunnar Helicobacter pylori eru algeng orsakir og einnig getur Campylobacter bakterían valdið matareitrun sem leiðir til bólgu í maga. Innri þættir geta verið óhófleg áfengisneysla sem skemmir og ertir magaslímhúð, inntaka læknisfræðilegra lyfja og ávana og fíkniefna. Óhollt mataræði og sérstaklega salt og súrt getur haft áhrif ásamt óreglulegum matatímum, til dæmis hjá vaktavinnufólki. Gallerting. Þegar gall fer frá skeiðgörnum upp í maga getur einnig valdið ertingu. Í sýkingareik er efni og æxlisvakar sem erta slímhúðina. Einkenni magasárs. Einkenni magasára getur verið árstíðabundið. Algeng einkenni eru óþægindi við kyngingu, brjóstsviði, sviði og verki frá kviðhólum sem oft koma nokkrum tímum eftir máltíðir. Þetta getur leitt til lystarleysi, uppkasta, megrunar og svartlitaðar hægðir. Við blæðandi magasár eru einkenni svipuð og við venjuleg magasár. En til viðbótar eru blóðug uppköst, blóð í hægðum, þvöl og köld húð, lækkaður blóðþrýstingur, hraður púls og óstöðug meðvitund. Meðferðarmöguleikar við slímhúð fann ekkert rosalega mikið það, en
þetta var svona allavega helsta sem ég fann það í allavega bókinni. Af hverju eru sjúkdómar? Af hverju eru sjúkdómarnir hver í sínum kafla? Ég ætla að koma með smá samanburð á sjúkdómunum. Lungnaþemba og magasár í sig hvora kaflanum vegna þess að þetta eru tveir mjög ólíkir sjúkdómar sem tengjast mismunandi líffærakerfum. Lungnaþemba er sjúkdómur sem á sér stað í lungnablöðrum og hefur áhrif á loftflæði í lungum og er undir öndunarfærakerfi. En magasár er sár eða skemmdir í slímhúð maga sem tengjast meltingarfærum og er undir meltingarkerfi. Þess vegna eru þeir settir í sérstaka kafla þar sem hver kafli fjallar ákveðin líffæri, starfsemi þess og þá sjúkdómar sem tengjast því kerfi. Geta sjúkdómarnir tengst á einhvern hátt? Þó að sjúkdómarnir tengjast ekki beint, geta þeir tengst óbeint. Bæði lungnaþemba og magasár geta haft sameiginlega áhættuþætti, til dæmis reykingar, sem geta erft bæði slímhúð í lunga og maga. Einnig getur langvinnandi sjúkdómur eins og lungnaþemba valdið miklu líkamlegu álagi sem getur gert fólk viðkvæmara fyrir öðrum sjúkdómum eins og magasári. Tengslin eru því fyrst og fremst í gegnum lífsstíl, álag og almenn áhrif á líkamann, en ekki vegna þess að sjúkdómurinn hafi bein áhrif á hvort annað. Svo höldum við áfram aðeins með samanburðinn. Einkenni þessara sjúkdóma eru ólík vegna þess að þau koma frá mismunandi líffærum. Lungnaþemba veldur mæði, grunnri öndun og tilfinningum að fólk sé að kafna. En magasár getur valdið brjóstsviða, verkjum í kvið og óþægindum sem oft koma fram eftir máltíðir. Þrátt fyrir þetta eiga sjúklingar það sameiginlegt að einkenni getur verið langvinn og haft veruleg áhrif á líðan og orku í daglegu lífi. Meðferðin er einnig ólík þar sem ekki er hægt að lækna lungnaþembu en draga má úr einkennum með lyfjum og stuðningsmeðferðum. Magasár getur hins vegar oft gróið alveg með lyfjum, sérstaklega ef bakteríusýking er orsök. Sameiginlegt með meðferði beggja sjúkdóma er þó að sjúklingurinn þurfi oft að breyta lífsstíl, forðast ákveðin áreiti og fylgja reglulega meðferð til að halda einkennum niðri. Áhrif sjúkdómanna á daglegt líf getur verið töluverð þó á mismunandi hátt. Lungnaþemba getur takmarkað líkamlega getu og valdið mikið mæði við dagleg verkefni. Ég hef séð í mínu starfsnámi fólk með lungnaþembu sem upplifir sig eins og það sé að kafna og því fylgir mikil kvíði og vanlíði. En á meðan magasár getur truflað matarlyst, svefn og valdið óþægindum sem getur haft mikil áhrif á virkni þess yfir daglegs líf og eiga því þau sameiginlegt að báðir sjúkdómar geta haft áhrif á lífsgæði og krefist þess að sjúklingur aðlagi daglegt líf að einkennum sínum. Takk fyrir mig. Og hérna kemur smá heimildaskrá.